Ok, en þetta eru sem sagt hlutföll af heild. En ef ég til dæmis myndi vilja vita af nemendum í LAN 203 hversu hátt hlutfall stundar mikla líkamsrækt, þá get ég ekki lesið það hér út úr því. Að þessi 16% hérna eru ekki, sem sagt, þetta er ekki 16% bara af LAN-nemendunum, heldur af öllum. En nú þurfum við að vanda okkur svo litið. Við ætlum að fara hérna inn í prop.table og sjáu það hérna á milli þessara tveggja svega hér er ég að loka prop.table skipuninu minni. Hérna á milli ætla ég að skrifa margin og þarf víst að skrifa það rétt, margin jafnt og 1 og sjáum aðeins hvað gerist áður en ég útskýri hvað við erum að gera. Margin jafnt og 1, stækka þetta svo þið sjáu alveg alla línuna. Þá er ég alltaf nú komið með önnur hlutföll. Og þetta er nákvæmlega það sem ég vildi. Ef við setjum hérna margin jafnt og 1, þá skoðum við þetta línu fyrir línu. Þá eru hérna, þetta er þess að hlutfall af nemendum í LAN 203 sem stundar mikla líkamsrækt. Þannig að ég myndi leggja saman þessar 3 tölur hér, þá fæ ég út 1. Og ég myndi leggja saman þessar 3 tölur hér, þá fæ ég út 1. Eins getum við, ætla ég bara að kópera þessa línu hér, ætla að breyta margin í 2. Og þau getur kannski ímyndað ykkur hvað gerist þá. Jú, þá skoða ég þetta dálk fyrir dálk. Þannig að nú get ég sagt, af þeim sem stunda litla líkamsrækt eru 68% tæp í stæði 209. Þannig að nú er ég að skoða þetta dálk fyrir dálk og ég legg saman tölurnar í hverjum og einum einasta dálki, þá fæ ég út 1. Þannig að þetta voru sem sagt tíðnitöflur, þar sem við erum að telja, og svo hlutföll. Nú helstu lýsistærðir, að það er að sjálfsögðu allar skilgreindar. Við erum með meðaltal og miðgildi, fjórðungamörk, summary. Við sjáum hana svona nokkur sinnum, það fer eftir hverju við mötum summary með, hvað við fáum út. Staðalfrávik, dreifni, spönn, lægsta gildi, hæsta gildi og þær eru sjálfsögðu fleiri. Við getum matað, skoðum hérna. Ég held ég hef nú ekki tekið það fram til að byrja með lýsistærðir, þetta orð, þetta er þýðing á enska orðinu statistik, ekki statistics, heldur statistik, og lýsistærðir eru bara svona heiti yfir eins og meðaltali lýsistærð, staðalfrávik er lýsistærð. Þannig að þetta er svona heiti yfir það. Skoðum hérna nokkrar lýsistærðir og ég sem sagt get, eins og stóð þarna, ég get mata mín með vigri og hún reikna fyrir mig meðaltal af þessum tölum hér. En það er nú yfirleitt þannig að við erum með ykkur gögn inni, fyrir ekki þetta púls hjá okkur, og hér að sjálfsögðu er ekki, við myndum aldrei mata mín með sem sagt flokkabreytu, að það er ekkit, við myndum ekki taka meðal námskeið eða eitthvað slíkt, en þetta er talnabreyta, eins og við mötum table ekki með talnabreytu. Sjáðu hvað gerist hér, að út kemur NA, að þegar það vantar eitthvað gildi í breytun okkar, þá þurfum við að segja hér NA.rm jafnt og trú, sem þýðir hreinlega takt út NA-gildin áður en þú reiknar og skilaði mér því svo. Og hér á nákvæmlega sama hátt og áðan, þá get ég nota round til þess að stjórna fjölda aukastafa. Þannig að meðalaldur, eða hvaða meðaltal sem var, það dreifni, SD það staðalfrávik og kvantæl, hún kannski skoðum hana aðeins, kvantæl, púls, hæð og aftur NA.rm jafnt og trú, að hún gefur okkur fjórðungamörkin. Þannig að lægsta gildi eru 150 cm, það hæsta 1,98, 25% nemenda 1,66 eða lægri, 50% nemenda 1,72 eða lægri, 75% nemenda 1,81 eða lægri. Og maður getur svo valið sjálfgefið að fá þessi svokölluðu fjórðungamörk 0, 25, 50, 75 og 100, en þið getið matað aðferðina með hvaða sem sagt mörkum sem
en til að skoðu bara hjálp Quantelts að sjá hvernig við gerum það.